This is one of the smaller pizzas we've had here. Þetta ekki góð. Ég hef ekki farið á 3D sen ég var svona 10 ára. Ég ætla að afsaka að kameran ógeðslega skökk. Ég ekki með 3 fótana og ég að stafla þessu upp á pappadiskum. Af hverju ég að halda á sápu? Honey Nut Cheerios með próteini. Mér langar að smaka það. Opnum við það. Tökum við mjólkina. Smakkum við það. Þetta er bara eins og venjulegt Honey Nut Cheerios. Literally engin munur. Gleðilega helgi hér frá Texas. Þetta er vlog númer 4. Fyrsta skipti sem ég ætla ekki að gera eitt vlog á einum degi. Ég ætla að dreifa þessu vloggi yfir helgina því ég veit ekki hvað maður að gera og það er ekki planað. Við erum að fara í ræktina núna. Við vorum að tana en við fara að koma að hellidamba. Ég ætla bara að taka hálftíma núna. Síðan ætla ég bara að gera mig til og síðan erum við að fara til systur mömmu að horfa á Noreg-England. Já, smá HM Watch Party. Já, bara við ætlum að taka stutt. Hálftíma cardio örugglega. Því við fórum ekki í gær og okkur líður illa. Þannig að vloggið byrjar að við ætlum að fara í gymið. Sko, við erum að labba út og rigningin er að byrja akkurat núna. Þetta er ástæðan fyrir ég tók sko handklæðið með mér og því rigningin hérna er insane. Þetta er tilbúin. Já, við erum bara að reynda að hlaupa í þetta þarna hús en jú, Silla hleypur. 30 mínútur búið. Ég er tilbúin, já. Æjæjæj. Anyway, það sem ég ætlaði að segja er að við erum búin í ræktinni. Þetta er alltaf það sem ég tók. Og þetta er það sem Silla gerði. Hvernig heldur að leikurum fara á eftir? Ég held að England vinni. Hversu mikið? 2-1. Ég held að Noregur tekur þetta 2-1. Og ef þið horfðu á vlog nummer 2, þá er ég komin í norsku treyjuna mína. Við erum að fara í smá watch party. Just in case England skorar, þá get ég skipt treyju. Ég er samt mjög hræddur að gera það því að þau halda með Mexiko og England slá Mexiko út. Þannig að kannski er það slæm hugmynd. Förum þangað. Dave er búinn að spotta eitthvað úti. Við erum alltaf að hitta nýjan hund á hverjum degi. Við erum semst að fara að smakka root beer í fyrsta skipti. Ég hef aldrei gert það áður. Ég veit ekkert hvort þetta sé gott eða slæmt, en þetta er mjög vinsælt gosinn í Bandaríkjunum. This is very popular, right? Yes, yeah. And do you like it? Yes. Does it taste like beer? No. No. It tastes like licorice. Yeah, it's a little earthy. You're gonna like it. It's hot, so Yeah, it tastes like licorice. yeah. Like, yeah. Nailed it, right? She's like a no. It's a no. Þetta er ekki góð. Það er burger og þetta er smá culture shock af því að þetta er ekki þykkasti ostur í heimi og ógeðslega svona, hvað myndi ég segja? Já, hann er ekki þú veist, við kjöti, hann er smá svona öðruvísi í Ameríku. Þau voru að panta svona kíló af makkara frönskum. Zlatan Ibrahimovic sjónvarpinu, life is good. Silla strögglaði að ná í hamborgarkjöti. Þú stendur vel. Sko, við erum öll hérna eitthvað að horfa á leikinn. Það er hálfleikur, ég er í norsku treyjunni og ég er í Englandstreyjunni undir, svona just in case England skora og kemur yfir. Ég held samt með Noregi, þetta er bara upp á the comedy. Sko, við erum í svo ekta amerísku húsi Silla. Sorry, ég er eiginlega Instagram momentið hérna Sillu. Allt í einu erum við komin í einhvern amerískan fótbolta hérna. Og Jóel greip ekki. Já, nú er kameran mín upp á bíl. Klukkan er 7. Noregur því miður tapaði. Hann er að spila amerískan fótbolta. Það er stemning. Það er svo mikið humidity úti að linsan er að kufa upp slowly, sko. Það kemur svona á linsuna. Þannig að skulum sleppa því. Sko, klukkan er 9. Við erum búin að vera í þessu húsi síðan klukkan 2 hjá systur mömmu Sillu. Annað hús sem við vorum í gær. Og það eru svona 20 manns hérna. Og fullt af þessu fólki, ég hef ekki hugmynd hver er. Og ég veit ekkert hvort þið heyri í mér af því að erum að grínast hvað Ameríkanar eru háværir. Þeir tala svo hátt að það er alveg magnað. Og þetta fólk er orðið svo hávært að ég held að Silla og mamma hennar eru farin þangað til að spjalla því svo ég heyri eitthvað. Seinni hálfleikurinn af Argentína og Sviss er að vinna, UFC er í gangi. Ég er svo mikið að vonast að Sviss tækina. Auðvitað keyptu okkur venjulega pítsu. Þau pöntu aðeins stærri pítsu. Sko, svona í comparison, hérna er hendi mín. Þú veist, sjáu bara hvað þetta er insane stór pizza. Já, Mr. Ethan. Yeah. Is this normal here? This is one of the smaller pizzas we've had here at the Texas, at the Doherty household. Gleðilegan sunnudag, það er 12. júlí í dag, klukkan er 2, hvað erum við búin að gera í dag? Ekki raskat. Og Silla er rosa sátt að því að við erum að fara að gera uppáhaldshlutina sem er Shopping, en ég þarf sko að fara út að koma með drekka sko. Það er ógeðslega heitt og það er ógeðslega margir af því að það er sunnudagur. Ég veit ekki hvort það sést á síman en þetta er veðrið, 33 gráður og skýjað.
Þetta sem sagt skíjan í Texas, Round Rock Premium Outlets. Þetta rosalega líkt outletunum í Florida. Þetta must í þessum hita. Við keyptum 2 kerti af því að var keyptu 1, fáðu hitt frítt. Og við Óli elskum kerti, sérstaklega á haustin, þannig að við völdum svolítið svona haustlegt. Og eina handsápu, Coconut Vanilla, because ég elska þá lykt. Og þetta kostaði $35 og 61 cent. Ég læt það vera, það mjög gott verð. Við erum að máta skó í Nike, Silla alveg bara á fullu sko. Ég með rosalegan valkvíða. Mér langar í hvíta, við erum að velja okkur ektarskó. Þetta mjög erfitt. Easy dub. Nei, ok, þetta gert til að ræna mann sko. Síðasti sénsinn. Þetta gert úr bara einhverju gúmmi sko. Já, hérna vorum við rænd. Kamera mín 8%. Við erum í outlet-málinu. Við vorum að klára Nike outleti. Keyptum bara 3 hluti. Silla keypti sér þessa skó fyrir ræktina. Þeir voru á $89.99 og ég keypti með þessi hérna skó fyrir ræktina. Þeir kostuðu $99.99 og svo keypti Silla sér bara svona basic Nike íþróttabuxur á $44.99. Eins og við sjáum íslenska verðið versus bandaríska verðið. Þetta áhugaverður munur. Þetta ekki smá girl með það að maður búinn að græða smá cash. En já, svo allt í einu komin Sephora-póki frá Sillu sem ég vissi ekki einu sinni væri kominn. Það eitthvað road stuff þarna inni. Já, ég veit ekki hvaðan þetta kom, en þetta komið allt í einu. Og nú kamera mín 7%, vonandi hún á pottið eftir að deyja. Þannig að við sjáumst örugglega næst bara út í bíl. Ok, við erum komin í bíó núna. Og við erum að fara að sjá Moana. Fyrir 2 miða borgum við svona $45 og þetta 3D. Ég hef ekki farið á 3D sen ég var svona 10 ára. No joke. Og líka það góða verið, það hægt að panta ekkert eðlilega mikið. Ég reyndar fáralega spenntur fyrir þessu matseli. Ég ángriðs að pæla að fá mig chicken quesadilla bara. Fried mozzarella, segir þú. Við pöntum mat. Ok, salsa sosa, þetta guð. Og þetta bara náttúrulega eitthvað úr Target eða Walmart eða eitthvað. Þetta kostaði bara við $10 en kosturinn var að þið komum með þetta að sætun okkar. Wow. Sýrfóðlega. Heyrðu, uppdætt á okkur, við fengum okkur stórt pop sem getur haldið hliðin á hausninu svo við sjáum hversu stórt þetta pop já, mjög stórt sem sagt. En við deilum. Já, við sér að fengum okkur stórt pop og stórt kók saman til að njóta alla myndina. Það kostaði $20. Það er mikið. Það var allt í bíó mikið. Það var jafn mikið og í bíónu sem við fórum í Florida. Sérlega með iPhone 17 Pro Max. Bara svona in comparison á gósinu. Þið bara sjáu hvernig stórt gós. Og núna mánudagsmorgun. Sem sagt, já. Það mánudagurinn 13. júlí í dag og ég að enda vloggið af því að þetta átti að vera helgavlogg. Það var mjög róleg helgi verið að segja. Með að við komin á miðvikudaginn síðustu viku, eða 50 daginn, miðvikudaginn, þá hef ég fyndið hvað ég búinn að gera 4 vlogs núna þegar ég ætla að gera bara 1 á viku. En ég að skemmta mér ógeðslega mikið að gera YouTube vlogs og gera eitthvað svona bull YouTube thumbnail. En hvað finnst ykkur þetta? Finnst ykkur skemmtilegt að hafa svona long form content sem ég persónulega horfi mikið á YouTube þegar ég upp í rúmi að fara að sofa eða að fá mér eitthvað að borða. Finnst mér gott að fara upp í sófa og horfa á YouTube. Eru þið líka þannig? Finnst ykkur gaman bara að setja í bakgrunninn? Mér finnst ógeðslega gaman að setja bara eitthvað YouTube-vídeó í bakgrunninn á meðan ég að gera eitthvað í tölvunni að vinna eða eitthvað. Þannig að já, þetta átti náttúrulega að vera 1 vlog á viku en ég núna byrjar að uploada á 2 daga fresti sem verður skemmtilegt. Já, við sjáum greinilega bara eftir 2 daga í næsta vlogi. Það verður örugglega mánudagur og þriðjudagur saman. Vonandi verður það eins lengra en þetta vídeo. Markmiðið mitt að vídeón verði að minnsta kosti í 10 mínútur. Horfum við bara á næsta vídeo að mér verður undir 10 mínútur eða þetta undir 10 mínútur. Ég ætla að hætta að tala. Við sjáumst í næsta vlogi. Endilega sendi mér á Instagram eða TikTok hvað viljið sjá mig gera í Texas. Eitthvað sérstakt sem viljið að ég geri eða sjáu eða pröfi eða eitthvað. Ég opinn fyrir öllum hugmyndum. Það var eitthvað sem sagði í comments að prófa Robotaxi eða Waymo. Ég var að downloada appinu í dag þannig að það kemur á næstu dögum. Annars segi ég bara peace out og bye. Heyrðu, góðan daginn guys. Við erum komin á In and Out. Ég held að þetta væri bara í LA hjá hana flugvöllunum. Já, ég spenntur að smakka hann.